ætla að leysa þetta með ykkur sýnidæmi 1 og 2. Það er lista á sama hátt í rauninni. Í sýnidæmi 1 þá eigum við að velja okkur 3 bækur í sumarfríi. Eina af 6 sakamálasögum, eina af 4 námsbókum og eina af 5 ljóðabókum. Og hér eru við með 3 tegundir af bókum, með 3 heildir í rauninni, og við ætlum að velja eina úr hverju. Þannig að þegar við erum með svona mismunandi grúppu, fleiri en eina heild, og veljum eina af hverju, þá getum við alltaf notað eitthvað sem heitir margföldunarreglan. Og þá lesum við bara úr hvað er að segja okkur, hvað er gefið upp. Við erum með 6 sakamálasögur, 4 námsbækur og 5 ljóðabækur. Þannig að margföldunarreglan virkar það einfaldlega þannig að við margföldum saman stærðirnar á þessum heildum sem okkur eru gefin og meira getum við ekki gert. Á sama hátt í sýnidæmi 2 þá skulum við bara lesa út úr þessu hvað okkur er gefið upp. Við eigum hérna 4 buxur, 6 skyrtur, 10 peysur og 2 húfur og svo er spurt á hve marga mismunandi vegu getum við klætt okkur. Og þarna eigum við eins og áður að velja eitt af hverju. Við færum til dæmis aldrei í 2 buxur og svo framvegis. Þannig að við höfum úr 4 buxum að velja, 6 skyrtum, 10 peysum og úr 2 húfum. Aftur er það margföldunarreglan eins og ég segi. Margföldum þá saman stærðirnar á heildunum sem eru okkur gefnar. Og þá fáum við þessi svör. Þannig að í svona dæmum þá notum við margföldunarregluna.